Jæja, góða kvöldið og velkomin enn og aftur í útsendingu Frís. Núna erum við að tala um þá 5. útsendinguna. Í kvöld erum við að fara að sjá FH á móti Tækniskólanum. FH verandi þá seed 1 á móti Tækniskólanum sem er þá seed 4-5. Voru víst eitthvað jaftar þegar það kom að því að seeda í það. Með mér eru náttúrulega Steingrímur og Aron enn og aftur. Þá Rocket League sérfræðingurinn minn og Fortnite sérfræðingurinn minn. Við náttúrulega höfum séð þessi lið áður í 8 liða og núna erum við þá í undanúrslitum. Vitum að FH eru búin að velja Rocket League sem sinn fyrsta leik og þá hefur Tækniskólann valið á Counter-Strike sem er leik nr. 2 og þriði leikur þá endar deciderinn í Fortnite. Vitum alltaf að FH er með virkilega gott Rocket League lið. Vitum að Tækniskólann er með virkilega gott Counter-Strike lið og síðan alltaf FH er náttúrulega með bara virkilega gott. Já, við erum að tala um bara world class en national class, svona íslenskt bara frábært. Fortnite lið við erum að tala um drengi sem eru bara í deildinni og eru bara að vinna, ef ég maður rétt eða ekki. Já, top 5 gaurar skilur við, klálega. Top 5 talent, akkurat. Hvernig lýst ykkur á þetta? Hvað er það að sjá fyrir ykkur að þetta kvöld verði hjá okkur? Ég held að þetta verði bara virkilega skemmtilegt kvöld. Já. Og Rocket League verður mjög skemmtilegur. Það eru sterkir leikmenn í báðum liðum, Já. Veit ég. Og FH náttúrulega bara með stórkostlegt lið. Já, þannig að þú ert að hallast að því mögulega að FH sé með sterkar liði þá heldur en Tækniskólann. Á blaði? Örlítið, á blaði, já, Aha. ég myndi segja það. Ok. Þeir eru með það. Og En þú heldur samt mögulega að það sé kannski dagsmunur ef að Tækniskólinn er að mæta á sínu besta formi og FH kannski einhvern ofti að þetta sé alveg líklegt að Tækniskólinn geti líka bara snúið sig við. Já, ég menn, það getur allt gerst. Það er nefnilega málið. Þetta er the beauty of the game. Já. Maður hefur alveg verið að sjá eitthvað svona upset, sérstaklega ekki bara töluleiki bara hvernig þetta spilast út rondinn og augnablikin í leikjunum. En síðan náttúrulega eftir það erum við að fara í Counter-Strike og við vitum náttúrulega Tækniskólinn með frábært Counter-Strike-lið. Og ef mig minnir að FH hafi verið með það í lélegara pari allavega með það sem við hefum séð í mótinu hingað til. Þannig að við erum allavega öllum líkindum ef við erum að spá fyrir því að sjá kannski nokkuð sannfærandi Counter-Strike-sigur nema að FH hefur breytt eitthvað mikið til. Vissulega vann FH sinn Counter-Strike-lið. Leik sko. Reyndar. Það sem ég man allavega eftir Counter-Strike-leikunum sem vorum bara að sjá, við byrjum að sjá betri liðin aftar í mótinu. Já. Í seinustu leikjunum þá byrjum við að sjá bara alveg virkilega öflug Counter-Strike-lið. Ég man í FH þeir spiluðu, ef ég man eftir Mirage eða ekki? Jú. Og við sáum frekar góð utility usage og allt þannig. Maður sá kannski meira að það voru kannski 2-3 frábæri leikmenn og síðan voru 2 sem voru líklegast fyrirliða leikmenn og það var eiginlega í báðum liðunum þegar í FH-leiknum. Já. En Tækniskólinn er held ég að skarta alveg svona nokkuð þéttu liði. Ég hugsa að Tækniskólinn sé með svona advantage myndi ég segja í Counter-Strike. Alveg klálega, ég myndi halda það líka. Að ef við ætlum að fara eftir bókinni þá verður staðan 1-1 eftir þessi fyrstu 2. Já, það ráðist í Fortnite sko. Akkurat. Ef uppskriftin er rétt sko. Akkurat og þá komum við að þér Aron Fortnite akkurat. Þetta er rosa fáir í Frís mögulega á sama leveli og strákarnir eru í FH og hvað þá bara á Íslandi yfir höfuð? Ég hef bara ekki séð neina á þessu móti sem eru á sama level og þeir. Nei, akkurat. Það sem núna er þetta eiginlega ræður svolítið á því held ég að Tækniskólinn verði eiginlega að vinna Rocket League. Já, sko FH líka. Það er þeirra svona uppskrift að sigur er að vinna fyrstu 2 og hleypa þessu ekkert inn í Fortnite-ið. FH er enda með þann luxus sko, þeir eru búin að gera þetta í bæði skiptin, þeir eru með þetta frábæra Fortnite-lið. Þeir samt velja það ekki þegar þið vita að þá er það deciderinn. Akkurat. Og erum við náttúrulega rosa fínt Rocket League-liði líka, þannig að Er þetta mögulega... Þeir eru með sterkasta Rocket League-liðið á blaði. Já, það er bara í toppmálum sko. Já, en er þetta samt mögulega skissa að velja ekki Fortnite fyrst? Ég held ekki, ég held að þeir vilja hafa hann sem deciderinn. Já, en af því þeir eru með þetta slaft, CS-lið. Núna er ég bara að pæla frá svona teknísku standpoint, og ætlar að vera taktikal í veitúaninu. Ef þú veist að Tækniskólinn er með gott, á pari nokkuð gott Rocket League-lið, en þú ert bara með langbesta Fortnite-liði,
að velja Fortnite fyrst til að tryggja að þetta fari í 1-1 til að geta lokað þessu í, að því núna ertu komið með smá hættu kannski mögulega að það fari 2-0. Já, þú veist, það getur nefnilega gerst að því þú ert núna komið með kannski nokkuð þétt Rocket League-lið og þá ertu búin að setja frekar mikla pressu á FA að vinna Rocket League, þeir verða að vinna það að því annars ertu komið með frekar erfiða stuði í Counter-Strike. Já, ég meina, svo bara getur allt gerst. Auðvitað. En á sama skapi þá verður Tæknó að vinna Rocket League. Þeir verða að vinna það. Eina máli er að ef þeir hefði farið öfugt að þessu, þá hefði þeir búin að tryggja mögulega sigurinn með Fortnite fyrst af 1-1, Rocket League Decider, en verða náttúrulega vissulega að vinna, en þeir fá þá allavega að komast í leikinn, er það sem ég er að hugsa, sko. En í það minnst að allavega getum við vonandi fengið hérna bara upp á skjáin hjá okkur, þá bara line-upi fyrir Rocket League sem er þá fyrsti leikurinn okkar, já, FH vs Tæknó, og við bara fáum þetta hérna upp hjá okkur. Það er FH með Step PS Aron Örn, 22, Darth Vaderinn og Hárlaugur og fyrir Tækniskólann Daxi KFC Tásur sem við þekkjum mjög vel og Karamellugæinn. Þarna er FH klálega með sterkara lið á blaði, þarna erum við með Step og PS sem eru báðir úrvalsdeildarleikmenn og hérna, svo erum við með Daxa þarna líka. Akkurat, Daxi var mjög stór fyrir Tækniskólann ef ég man rétt í... Hann var það. Hann var alveg klálega maður leiksins í... Og er alveg virkilega góður spilari í Rocket League. Hvernig er hann að þú veist, ef þú var eftir að setja hann bara heads upp á móti Step til dæmis? Step er náttúrulega bara svona virkilega góður þriðji leikmaður eins og hann er búin að vera að spila í deildinni. Hann er svona límið í liðinu, sem hann segir. Og hérna... að hafa mann eins og PS við hliðina á sig sem er góður í loftinu, ég meina ef þeir tengja saman þá er FH að fara að vinna þetta sko. Ok, en við vorum að tala kannski bara þú veist það er orður sem ég er að leita við hana, þú veist, mechanically sama level eða... Ég myndi segja að Daxi hafi aðeins meira mechanic heldur en Step. Step kannski með betri kannski leikskilning mögulega. Já. Af því þú ert með rosalega mismunandi típur í Rocket League, þú getur verið með mechanical spilara og svo getur verið með þá sem eru kannski aðeins meira að hugsa. Já, sitja upp og hinn lokar. Algjörlega, ok, það meikar sens. Í það minnst það sem Tásur var held ég líka bara nokkuð góður, var svona smá alveg klálega fyrir aftan Daxa og man ekki eftir svo sem eftir eitthvað rosalega miklu frá Karamellugæjanum, þessi svona hugsa út í það. Hvort að þetta er vantarlega sama line-upið, eða ekki? Mér minnir það. En það ekki? Jú, ég held það. Ekki nema að því það versta við þetta er að það er aldrei sömu nöfn oft hérna uppi miðað við það sem við sjáum inni í leiknum að því fólk er bara með sína Steam-akkánta og þá þannig að þetta verðist alltaf að vera held ég þá sama line-upi. Ég veit ekki hvort að mótið yfir höfuð leyfir bara einhverjar svakalega breytingar ef það eru ekki skráðir subbar inni. Þess að við sjáum hérna þá erum við með Darth Vader og Hárlaugur væntanlega sem substitute. Já, algjörlega varamennirnir í þessi móti sko. En Daxi þarf að eiga leik lífsins hérna. Já, klálega. Og ég veit að hann er virkilega góður leikmaður, þannig að þú veist, ef hann finnur rytmana þá þú veist, þá getur Tækniskólinn alveg strítt FH. Er hann ekki úrvalsdeildarleikmaður sjálfur, hann Daxi eða? Mér minnir það, jú. Já. Hann er virkilega góður, sko. Og Step og PS náttúrulega, þetta er bara virkilega flotti leikmenn og svo eins og ég segi, þó svo ég þekki hinn nöfnin ekki, þá veit ég ekkert, þú veist, hvort þeir eru jump eða grand jump og komi óvart sko. Já, ok. Eins og Step og PS, hvað standa þeir í deildinni, skilur? Step er bara nýlega var stórmeistaramótið til dæmis. Okay. Já, okay. Og Step hjá var í Þórsum sem var unnumótið. Já, ok, wow. Þannig verðum að tala um bara, já, þetta er eiginlega bara alveg svo Fortnite-ið. Já. Þú ert bara að skarta þarna einhverju alvöru hæfileika. Það er eitthvað í vatninu en ég fá maður. Greinilega, það er eitthvað sem þeir eru að gera rétt allavega, hvort þeir séu með eitthvað svona kursa fyrir Rocket League og Fortnite að það hjá sér. 5 meiningar. Já, ég meina, maður er byrjar að sjá eitthvað svona, ég reyndar kannski ekki mikið á Íslandi þar sem fólk fara eininga fyrir tölvuleiki en eins og við talaðum við áðan, reyndar off-stream, að þú hefur fengið einingar fyrir skák til dæmis. Já. Þannig að núna þurfum við eiginlega bara að leggja meiri pressu á að fá alvöru svona einingar fyrir Rocket League 103 í FH. Ég veit að eins og FH, það er með rafið og deildir sko, en ég veit ekki hvernig það virkar með einingar. Einingakerfið er, já, það er reyndar alveg góð spurning, en þetta er ekki orðið eins og í Bandaríkjunum sem voru komið með bara svona scholarships. Nei. Og fær bara, en hvernig virkar það samt? Þú veist, eins og núna vitum við að Þorsteinn F. Counter-Strike hefur farið núna, fekk samning og fyrir hérna í, byrjun sumars held ég hann fari
og farið þá einhvern skóla á einhverju scholarship sem basically bara e-sport scholarship og spila þá með liðinu þar. En er þetta þá bara, þú ert bara samt í venjulegu námi og ert síðan bara í auka tíma að... Þetta bara alveg eins og þú fer á scholarship í körfubolta eða amerísku fótbolta. Já. Það ert samt bara að velur þitt major, skilur og ert bara stunda það og svo fer það æfingar og... Ok, make sense. Það alltaf bara geggjað. Eitthvað sem að þú heldur að þú veist, við erum þetta bara að fara það. Daxi þarf að eiga risastóra leik, step á PS, að fara, þú veist, þetta náttúrulega strax auðveldara held ég fyrir step á PS, ef þú pælir í að þeir eru 2 á sama kaliberi, þá ertu að tala alveg, þú veist, að þeir getur svolítið spila sín á milli og Aron þá væntanlega gerir ráð fyrir sig almennt meira aftar á vellinum. Ekki nema að tækniskólinn taki taktíkina þá að fara að tortíma þeim í leiknum. Já, byrja bara... Að brjóta upp spilið í rauninni. Já. Og hvað er tíminn? Er þetta 5 sekúndur frá að þú respawni? 3 held ég. 3? Sprengtur, kannski 2 í rauninni, þú veist. En þú ert alltaf að þú spónar alltaf öðru hvoru megin í hótninni hjá þér, þannig þú veist. Já, og ert með hvað, 25% boost eða hvað? 33 boost. Já, sem ekki droslega mikið. Það þýðir yfirlega að þú þarft að fara í kantana fyrst og reyna að ná einhverju auka eða taka fast jump í áttamarkinu eða þú þarft að berga. Já. Eða koma þér upp á vegginn og reyna að stökkva þar yfir. Já. En við býðum væntanlega þá núna bara eftir að Rocket League drengirnir eru tilbúnir. Það er alltaf svona með þessa úlinga, það er erfitt að hópa þeim saman inn á server. Þú talaðir að það var nýtt update annað daginn eða ekki, stangarhljóðið. Er þetta alltaf eitthvað svona lítið í Rocket League? Dásamlegt, Þetta er svona fyrir þeim... Heyrir svona gott ding í hvert skipti sem að skoti í stöngu eða slá, sko. Já, við einhvern veginn ímyndum að Rocket League sé ekkert leikur sem að fer fyrir miklum breytingum. Nei. Þeir eru bara svona, núna er þetta bara akkurat dinghljóðu fyrir slánu og allir eru bara hvað. Geðveikt. Amazing, 10 af 10. En þú veist, og fyrir utan það náttúrulega maður hefur séð þarna körfuboltadóti líka, þú veist, það er meira... Þeir eru með rosalega svona skemmtileg alternativ í rauninni. Kort eða svona, já. Game of það sem er með til dæmis körfu, þú ert með íshockey. Og ertu þú bara að klaka? Já. Að keyra bílan á klukkunum eða... Þú bara keyrir á vellinir eru bara ísilaðir og þú keyrir bara og svo... Og það er bara driftinn? Já, þú getur alveg slætað, sko. Veitu, núna skil ég ekki og það er bara pökkur eða? Já, það er pökkur. Hann liftist ekki? Ég ekki nefnum að vera að klemma hann upp, þá liftist hann. Áhugavert. Þannig að þetta er meira lengt niður og fólki kannski ekkert endilega að gera eitthvað svaka aerial tricks í því kortið eða? Ekki nema að hittist þannig að þú náður að smetla honum saman bílunum akkurat, þá flýgur hann upp í loftið, þá áttu smá síðan að fara af vegnum og reyna að taka hann upp, sko. Ok, og það er boostið því gemútið eða? Já. Nú, áhugavert. Og 3 á móti 3 eða? Já. Ok, en þetta vekur með svona aðra spurningu hjá mér. Er eitthvað keppt í þessu? Nei. Nei, ok. Þetta er meira svona bara til gaman, sko. Já, allt í lagi. Það er kannski skiljanlegt að þegar þú ert með leik eins og Rocket League sem er eiginlega akkurat bara þess að skákborðið, þú ert bara að finna einhverju uppskrift sem virkar nokkuð vel. Þarf maður eitthvað endilega að vera leikurinn er það flókin mechanically að þú ættir þannig sé ekkert að þurfa eitthvað hrófla það mikið við uppskriftinu, sko. Er það hægt að hrófla það mikið við honum? Ég held nefnilega ekki. Nei. Ég veit ekki hvað ég myndi gera til að kannski gatta á dekkin eða eitthvað. Sprengja dekkin. Það er svona til game mode sem heitir Rumble. Ég reyndar hef prófað það. Já. Það er reyndar mjög gaman. Og fær svona mismunandi svona power-ups eftir 10 sekundur í leiknum. Akkurat. Þú veist, og það er alveg að krydda upp á leikin alveg helling, sko. Við nefnilega höfum tökið þetta á LAN-i. Þú veist, við fórum, eins og við strákarnir höfum alltaf gert það á LAN-um og það er kosið í 2 lið áður en við fyrir að máta LAN. Það er kannski 5 á móti 5 og eitt lið velur sem sagt 1 leik, við veljum annar leik, þeir velja 1 leik, við veljum annar leik og sem bara tekið 5. leikin bara í rúllettu á Decider, skilju, og við fengum Rocket League akkurat og þeir ákveður Rumble Rocket League og mér var það geggjað. Þetta er rosalega skemmtilegt, sko. Já, af því það var líka, þú veist, þú ert með spækina þarna, þannig að þú klessir á boltan og festist hann við þig og allir reyna að keyra á þig og síðan var þetta, þú veist, hvað voru meira? Það er boxhanski og það er svona stígvél sem þú getur sparkað þannig að bíllinn fljúi eitthvað og svo er, þú veist, og getur frist boltan og svo er svona segull og hitt og þetta, sko. Já, segullin akkurat, ég man eftir. Og Svo líka drullisokkum hann, að græna hana sem að sækja boltan. Já, þá getur þú tókað með þér og getur búið til smá momentum, sko. Akkurat. Þú veist, þetta býður upp á svona, ef þú ert svona frekar ný í Rocket League en ert að spila einmitt í svona LAN eða eitthvað svoleiðis, þá er þetta svona friendly
svona Rocket League svona, sem ekkert allt og alvarlegt endilega sko. Nei, og líka ég held að þetta, þú veist, brúar bíla á milli góðra leikmann og lélegar leikmann að vera actually með þetta boost þarna inn í til að, þú veist, frista boltan og eitthvað hannig, annars myndi hinn gæðin bara taka boltan og keyra með hann og fljúa hann 15 flip og skora, skilju, þú átt bara ekki séns, sko. En það var bara spurning á meðan við erum að bíða hvort þú getur bara fengið Counter-Strike line-upið á meðan. Þannig að maður hefur eitthvað hérna til að horfa á ef þeir eru með það tilbúið strákanir. Því núna ég að reyna að muna maður sjá, það var FP Björnin, Nati Lará, Chat and Bombs, Artemis Snow og Hárlaugur. Hérna vorum við að tala hérna Hypo og Tofu og Tofu CS, KD og Frostfire og hérna Tix og hérna. Akkurat. Þetta eru nokkuð mjög solid lið í Counter-Strike sko. Þetta lið sko. Já, þetta það var svona að horfa á þetta, það er svona, ég myndi segja að þetta er svona akkurat svona aðeins, kannski það var 3. og 4. deildarleikmenn kannski, jafnvel annar deildarleikmenn eitthvað starf á milli. Engin nöfn þannig sem ég þekki til, sem eru, þú veist. Ekki í ljóslegar deildinni? Nei, ekki eins og þau vorum náttúrulega með Koaro hérna daginn í seinustu útsendingu, sem var náttúrulega bara virkilega stóra. Sem var náttúrulega bara Robby líka, annar leikmaður heldur, hvort að hann sé í fyrstu deild, ef við mann rétt, og þetta var eiginlega bara heads up. Það var, ég veit ekki hvort þú hafið séð þá útsendingu eða ekki, en við vorum að tala um 16-13 leik og þetta voru 33 kilo móti 34 kilo og næsti verið neðan með 28 og hinn með 28 og þeir voru bara... Seinustu við, hún var alveg stórkostleg. Sko. Alveg frábær sko. Og ég vona bara, ég svona, þú veist, ég sjáði ekki endilega fara þangað og væri ég til í að sjá annan svona tæpan Counter-Strike leik. Já, þetta var bara svo mikil skemmtun. Algjörlega, fór náttúrulega í overtime og reynda þá akkurat Koaro áttu bara stórleik. Rauta kannski mollana, ég man eftir, ég man að mun sitja í mér. Sittur þarna Util þarna við gluggan og mollar 2 fyrir liðs, þetta lendir bara okkur svölum, þú veist. Hvað mapp var þetta? Þetta var í Anubis. Hann fyrir þarna utan æð, það fara hendi gegn gluggan og báði mollarnir fara, þú veist, bánsar af, lendir á svölunum og hinn þarna á svölunum og lífið þarna hreina. Það fer ekki execute, en einhvern veginn náðir að þarna... Og það tók alveg smá moment þar sem hann stóð bara kjurr og maður bara, ok, hann er að hrista hausinn þarna. Já, þú maður gerir þetta alltaf eftir og maður hristi músin alveg bara, hvað er í gangi? Ég gælt það, nei. Nei, hann sendi mér eitthvað DM eftir leikinn sko á Discord og var bara eitthvað var ekki að tala um hvort akkur ég var að flýma fyrir mollana, að það hefði verið óþarfi eða eitthvað hannig. En mér fannst bara full þörf á því, þetta voru ekki frábæri mollar fyrir þann leikmann sko. Það fleiman fyrir mollana, var það pun intended? Já, ég var einn. Þetta var reyndar pun not intended, ég er ekki svona gáðar. En þá bara kannski spurning að fá bara Fortnite line-upi hérna upp líka. Ef við getum, það er akkurat nöfn sem þú þekkir. Já. Ég bara man ekki, manstu cirka hvað þeir hétu? Þetta er svo skrítin nöfn, maður leið og ég sé þau. Leið og sér þau. En reyndar spurning hvort að strákunni heyri eitthvað hérna í okkur. Nei, það er ekkert á okkur. Ég var að segja, ég sé hann er ekki eins og með heyrnartólana á sér. Er hann að borða íspinna? Nei, þeir eru að horfa á mynd og... Já, þetta er bara svona sem að, þú veist, núna erum við bara eiginlega að fylla inn í þangað til að strákarnir... Já, ok, herru, við erum vist bara að fara í leikinn eftir örfá mínútur segja þær, fóru að vera einhver smá teknilegar örðuleikar þar, en ég ætlaði að spyrja ykkur út í eitt áður en við höldum áfram að þangað til að leikurinn er tilbúinn. Fragpunk. Við leifum bara að ég var að horfa á svona 2 deer in headlight hérna. Er þið ekki búin að prófa hann? Nei. Já, þetta er áhugaverður leikur. Það er nýr hérna 5x5 tactical shooter sem var að koma út og þú veist, er pínu stælaður af Counter-Strike og ég get alveg séð einhverja framtíð fyrir honum í mögulega frís á einhverju tímapunkti ef að Counter-Strike verður ekki spilað. En leikurinn gengur sem sagt út af það að þú veist, þið farið 5x5, þeir eru allir með svona agenta, kannski líkari Valorant með því, en abilityin eru ekkit game-changing abilities, þetta er meira, þú veist, eitthvað ákveðið utility, eitthvað handsprengi sem gerir eitthvað ákveðið eða eitthvað svona sentries eða eitthvað hannig. Það sem er skemmtilegt við leikinn að þegar leikurinn byrjar, að roundin byrjar, þá getur keypt þér buff. Þetta er cards í rauninni og þá getur keypt þér buff sem er bara svona höfuðið á óvinnunum er 20% stærra. Já, eða byssurnar að skjóta x hraðar, þér hreyfið ykkur pínur hraðar, þú getur verið með svona turtle shell á bakinu. Þannig ef óvinnur komið fyrir aftæði, þá tekur ekki damage eða skotið í bakið.
nema þú veist í höfuðu skilur en hann fullt af einhverjum svona litlum abilityum og þú fær náttúrulega x mikið að stigum eftir hvað sem eru gránd þú ert að vinna og þú getur ákveðið 1 rándið að kaupa ekki neitt, það er bara með engin buff og önnur rándin getur þú keypt bara 3 í röð sem öll sem eru í boði skilur, hann er alltaf random eftir hvaða buff eru hægt að nota en síðan bara konceptið sama planta, diffusa og sprengja hann Ég prófa hann örugglega bara eftir sko. Hann er alveg, og hann er líka alveg krispilegur og við vorum mikið strákar eins og Tarik og Shroud og Summit og allir tóku svolítið vel á honum á sínu tíma en hann er bara svona hægt og rólega að sjá meira af Steam? Já, á Steam og frýr Okay. Heavily monetiseða leikur náttúrulega, það skins og þú veist nývar og allt þetta þannig eru í rauninni flest af þessu leikjum að græða peninga og ég er bara hrifnari af þeirri aðferð frekar en rukkuninni skilur þú veist eins og Valorant fríleikur og reyndar Valorant eiginlega aðeins verra að því fyrir mér finnst mér breyta miklu að vera með skinn í Valorant það hljóðið öðruvísi, tracerinn öðruvísi þannig að fyrir mér þá heyri ég ákveðin vopnar með svona pirrandi hljóð það hefur alveg bara mikil áhrif á hvernig ég er að spila og það virðast einhvern veginn allir leikmenn vera sammála því að þetta er alveg skiptir máli en hérna erum við komin í leikinn Hérna erum við komin í Rocket League hérna er Sigmar og Úsik Já Gleitir alltaf minnast að það Úsik er líka úrvalsdeildarmaður Þannig að þeir eru með fullt úrvalsdeildarlið hérna en hérna er virkilega vel spilað hjá Tækniskólanum. Þarna koma Tásur með sendingu, þá kemur Úsik. Daxi hérna í loftinu. Þá kemur Step, en vel gert hjá Daxa. Það var virkilega skemmtilegan leik hérna, Úsik setur hann fyrir. Sigmar hérna í loftinu. Áhugavert að sjá að PS er ekki með. Er hann ekki í leiknum? Nei, er hann að spila varamanni? Hann gæti verið, en þarna er skot. Það er sláaskotið og þarna kemur Step! Já, þetta byrjar... 1-0 fyrir FH. Byrjar vel fyrir FH hérna. Það kemur ekki Sigmar í staðinn fyrir hann? Jú, finnst það. Hann er einn af þessum Fortnite-gæjum sem hann hefur reynda unnið til þér. Hann Sigmar? Já. Gott að sjá pínu svona fjölbreytni í leikjunum sem þeir eru að spila sem við þurfum náttúrulega bara að fylla inn í nokkra leiki. Við sáum það akkurat í seinstu útsendingu. Daxi hætti við að fara í hann, ferir frekar í loft á móti Úsik. Úsik fer virkilega vel fram hjá honum. Birkir þarf að setja hann fram. Þá kemur Sigmar hérna, en Tásur með gott 50. Tásur, Daxi hérna. Úsik á undan. Mikið hraði í þessum leik sem er í gangi núna. Tásur hérna með góða snertingu. Birkir hérna með skotið og Step bara að verja. Sigmar hérna og Birkir klemma þennan saman. Daxi nær tortimingunni, setur hann yfir Úsik. Mjög back and forth leikur allavega eins og það er. Virkilega vel spila hérna Úsik. Nær tísmöllan á vegnum. Og Freyn er að klemma hann með Sigmari, virkilega góð hugmynd. Þá er Step hérna í loftinu. Og Úsik nær honum og þetta er rétt framhjá. Birkir hérna í loftinu með góða takta, nær tortimingunni, það er mikilvægt. Þá koma Tásur og Tásur með skotið og þetta er Daxi sem skorar. Tækniskólinn hérna virkilega vel spilað. Ég var alveg farin að vera hræddur hann ætlaði ekki enda inni sko. Heyrðu þið dingið? Stönginni? Þarna er það. Þetta voru 5 GB update. 1-1 hérna og Tækniskólinn hérna gerir þetta pínu spennandi núna. Sigmar hérna og Birkir setur hann upp. Daxi með gott 50, Úsik þarf að fara af vegnum. Og hérna eru Tækniskólinn í mikilli sókn. FH nær að búa hérna til pressu, Tásur og Step hérna í loftinu. Reynir að fara fram í Birkir, nær því og hérna er Úsik. Þetta var mjög áköf sókn. Það voru búin að vera að verja lengi en þetta hlaut að enda inn á endanum. Vel spila hérna hjá FH og þeir eru konir aftur í forystu, 2-1, rétt rúmar
2 mínútur eftir. TSM-bílnum, ekki aðeir. Og hérna, Step vinnur Tásur í loftinu, þá kemur Daxi. Birkir hérna fyrir fram í Úsvík, þetta opið núna. Nær hann að gera sér mat þessi dettur niður í samskeytin. Það var góð til raun. Step hérna, gott 50. Og Sigmar var á undan þarna, Úsvík setur hann niður en þeir koma honum ekki á markið. Og Úsvík hérna og Step kemur honum fram, nær annari snertingu, þar eru bara Tásur, þá kemur Daxi. Úsvík. Tásur í loftinu. Og við erum hérna og Birkir tekur boltan. Og hérna kemur Sigmar og þar Daxi upp í loftið, á undan Úsvík. Ekki á undan Step. Góð til raun. Step hérna framhjá. Tásur reyna að halda boltanum gangandi, þá kemur Úsvík. Reynir hérna stöttilega snertingu og þetta virkilega vel gert. Daxi hérna. Reynir hérna kemur með góða snertingu, góða skot, en það Step bara tilbúin í þetta. Tásur hérna setja boltan í loftið. Það Step. Og Step hérna. Það ekki snertingunni, Birkir missir af honum og þetta rétt framhjá. Rétt og 30 sekúndur eftir. Tækniskólinn þarf að ná einhverju hérna núna. Og Tásur hérna með gott 50. Og Sigmar setur hann fram. Daxi hérna neglir boltanum bara fram. Nær að setja hann yfir Step. Þar engin mættur nema Tásur og Daxi. Step setur hann fram. Tásur hérna með snertingu en Úsvík á undan. Þetta að fjara út hérna fyrir Tækniskólann. Þeir þurfa að fara að gera eitthvað hérna og Daxi missir af honum. Birkir reynir að halda líf í boltanum og Tortip náður að jafna, nei! Þetta var jafnarinn hélt að vera. Já. Tækniskólinn hélt bara vel leið á. Eiginlega allan tíman. Þeir voru bara stórsókn. Já. Þvílíkur leikur. Já, þetta var frábær leikur. 1-0. Eins og fyrir FH og núna sjáum við... Mikilvægt fyrir FH að ná þessari reymu, sko. Algjörlega. Og ef maður horfir á þetta, það svona... Allir leikmenn að skila sínu. Já. Þetta það sem dætt í hug myndi gerast og Tækniskólinn að stíga hérna upp bara virkilega vel á móti FH og við erum að fá skemmtilega viðureign. Þannig að... Við erum líka að sjá Birkir Freyr. Það kemur virkilega inn. Hann að koma sterkur inn á. Hann með þarna 5 skot á markið og mikla snertingar. Já, ég bara, var þetta ekki hann sem við vorum ekki hugmyndum, hann Karamelligæinn? Jú, er það ekki, jú. Hann alltaf að miða við fyrsta leik, þá var hann bara klálega að spila frábærlega. Já. Tækniskólinn með solid lið hérna í Rocket League og hérna FH mega alveg. Já, þeir geta ekki fara á bensíngjöfnu núna. Það geti auðvitað tapað næstu umferð ef að þeir halda þess ekki áfram. En núna sjáum við hvort að Tækniskólinn hefur það sem þarf til að ná hérna næstu umferð. Og við förum á stað í leik 2 hérna. Birkir setur hann upp, þar eru Tásur og boltinn dettur upp í loftið, þar Úsvík og hérna kemur Daxi í loftinu. Úsvík setur hann í hornið sitt. Hér tortimingin á varnarmanninum. Spurning hvort þið geti nýtt sér þetta. Birkir inn í sendinguna og þar eru Tásur. En Sigmar sagði nei takk. Þá kemur Daxi hérna. Sigmar vinnur 50-ið. Birkir hérna tekur rólega á boltanum og fær 50-ið. Þá kemur Daxi fram hjá Step. Heldur góður í stjórn á boltanum og þetta næstu því inni hérna hjá Tækniskólanum. Úsvík. Góð stöðun hann hjá Birki. Step setur hann hátt í loftið, Daxi setur hann í hornið sitt, Step upp með boltan, Úsvík yfir Daxa, Birkir hættulegu bolti niður, Tásur hérna með mikilvæga snertingu, þá kemur Step, í loftinu en Daxi mætir virkilega vel og Úsvík setur hann upp, þar Daxi með skotið, Step fara að verja. Step setur hann fram og þetta hættulegu bolti.
Tásur hérna og Birkir og Daxi með fasta sendingu þetta er fram inn í og netið. þetta er verið snöllur í slóni og Daxi klárar. Frábælega gert þarna hjá Tekniskólanum 1-0 og sjáum bara að þarna FH er búin að vera í sókninni eiginlega allan tíman. Þeir ná bara svona skyndisókn þarna alveg í lokin. Tækniskólinn að nýta sér þetta virkilega vel. Og Úsik hérna í loftinu. Tásur vinna boltan, þá kemur Sigmar og Daxi í loftinu, Sigmar setur hann upp, sennilega fyrir Step, já, Step nær hann tvísmöllinni, nei og Daxi nær að setja hann fram hjá Úsik og kemur honum fram, Tækniskólinn hérna með virkilega góðan bolta, Tásur hérna, Úsik, Birkir hérna setur hann fram hjá tveimur en Step er á réttum stað, Daxi setur hann upp í loftið. Step setur hann niður, það eru bara Tásur og hann setur hann hérna niður og Sigmar hérna, smá samskiptaleysi, nær að setja hann fyrir, það er enginn mættur. Jæja, vel gert. Birkir í stjórn á boltanum og hérna smetla þær saman, liðsfélagarnir, þá kemur Daxi hérna, er í loftinu, setur hann yfir á miðuna, Birkir er á leiðin tilbaka, Tásur hérna og Birkir kemur boltanum áleiðis. Ekki fram hjá Step samt, reynir að halda hérna áfram, missir á honum, þá kemur tortimingin hérna, mikilvægt. Daxi í loftinu, fer fram hjá Úsik, ekki fram hjá Sigmari. Þá koma Tásur, setur hann niður, en Step er mættur. Birkir hérna, og þetta er hættileg bolti fyrir Úsik sem að Daxi þarf að verja. Birkir hérna, keyrir fram. Tortimingin á Sigmari, Step er samt fyrstur á boltan, fer fram hjá Tásum, þá kemur Daxi hérna í hornið og Birkir hérna með skemmtilega sendingu og Step er á undan Tásum, þá kemur Daxi hérna en Step vinnur þetta, Birkir fram hjá Úsik og Step hérna nær að kaupa smá tíma, þar er Sigmar. Daxi upp í loftið en lendir þarna hálfskringilega. Úsik á móti Birkir hefur betur, keyrir upp og setur hann bara hátt upp. Þar eru Step og Sigmar og sleppur með þetta. Birkir hérna á ekki bústið, nær þessu samt og hérna virkilega vel gert hjá Tásur. Þá kemur Daxi með gott 50. Step keyrir fram en Birkir er mættur. Tækniskólinn er að spila virkilega góðan varnarbolta hérna. Daxi er í loftinu, setur hann yfir, nær hérna. Step fer í hornið sitt. Það er mínúta eftir, nær Tækniskólinn að hanga á þessu. Birkir hérna. En vel mætt hjá Úsik en boltinn er ennþá samt FH megin. Þetta er búin að liggja mestmegnis núna FH megin. Virkilega vel spila hérna hjá Tækniskólanum, þá kemur Úsik, nær að keyra þessu fram, það eru 30 sekúndur eftir sem að Tækniskólinn hefur til þess að halda áfram og jafna viðuregnina, hérna kemur skotið á Vöslan! Step er í loftinu, nær hann að galdra eitthvað fram hérna, Daxi með mikilvæga vörslu, það er enginn í markinu! Daxi hérna og Birkir er að kaupa tíma, nær góðu 50, 15-14 sekúndur eftir. Úsik setur hann niður og Step heldur sókninni gangandi, hérna koma þeir samt saman, Birkir og Tásur og Tásur hérna með sendinguna, Úsik og Step fara saman í, en þá kemur Sigmar en Daxi er mættur og Tækniskólinn tekur leik nummer 2. Þetta var frábælega spilið á Tækniskólanum, skora, ná að halda bara hreinu, bara sínum allar helmingi eiginlega mestmegnis að leiknum, þeir voru bara virkilega öflugir hérna og staðan orðin 1-1 núna og við getum mögulega séð þetta fara í það hættusvæði sem við töluðum fyrir leik. Þetta er, núna er FH, við verðum að sjá stóran leik frá þeim núna ef þeir vilja ekki þurfa að treysta á Counter-Strike í næstu viðureign. Það er nefnilega málið og þetta er leikurinn sem FH valdi. Akkurat, þú vilt helst ekki tapa þínum leik í svona móti. Ótrúlegt trend á þessu móti er að leikur sem þú velur tapar henni yfirleitt. Það er búin að vera svolítið tískan það sem úr.
Því líkur leikur sem við erum að fá hérna og þetta akkurat það sem ég vildi fá. Já. 2 virkilega sterk Rocket League-lið sem að spila frábæran bolta. Tækniskólinn bara komið mér virkilega óvart. Já. Þeir að spila betur en ég held þeir myndi gera. Ég held alveg að þeir myndi eiga erindi í leikinn en ekki bara svona mikið. Þeir voru í seinni leik bara töluvert öflugri. Spiluðu varnarboltan stórkostlega. Algjörlega. Þetta var einhvern veginn, það voru ekki mikil færi í boði fyrir FH í seinni leiknum. Þeir voru virkilega góðir að mæta þeim snemma í loftinu og við erum að fara bara í 8 leikinn í Rocket League hérna. Þetta byrjar þetta og Hásur nær ekki að gera neitt með boltan, þá kemur Dagstíð og setur hann fram. Hér stef í loftinu og Birkir missir á honum, Tásur reynir að setja til hliðar, þar Sigmar með sendinguna á Úsik hérna. Birkir keyrir fram. Setur boltan yfir Úsik. Úsik tekur samt stjórnina, virkilega vel gert en honum ítt af boltanum, fær hálfpartinn. Skrýtna sendingu, Stef nær að koma honum fram og setur hann yfir Tásurnar. Þá kemur Sigmar hérna og Úsik hittir ekki á markið. Birkir hérna en Stef frábær á boltanum, Úsik kemur honum fram. Þar Daxi hérna. Nær góður í klemmu en þar Sigmar. Þá koma Tásur, eru í loftinu, nær að leika listin sínar en nær ekki að gera sér mat úr þessu. Sér það núna, þetta miklu þéttari leikur núna. Það mikið í húfi. Daxi og Birkir hérna í erfiðu leikum. Kemst fram hjá Sigmari samt og nær að koma boltanum í loftinu og no boost hérna. Og nær skotinu, virkilega vel gert hjá Daxa! Þetta var frábært mark. Daxi hafði sambandið mig fyrir mótið og sagði að þetta yrði erfiður leikur en hann að eiga þvílíkan leik. Ég viðurkenna það að þetta búið að vera flottasta mark sem ég er búinn að sjá hingað til. Stef hérna með gott 50, þeir verða að svara núna. Úsik hérna og Daxi, þetta hár bolti hérna í loftinu. Og torti mikið á Birki, hérna Tásur samt með skoti sem Stef var að verja. Daxi hérna. Nær skotin og nær að skora annað mark og Tækniskólinn komin í 2-0. Hvað í gangi? Ílíku leikur hjá Daxa en að fer fram hjá þeim báðum, beint á milli, setur þetta í 2-0 fyrir Tækniskólann. Tækniskólinn að eiga frábæran leik hérna, nú þarf FH að fara að koma sér hérna inn í leikinn aftur. Daxi hérna setur hann fram á móti Úsik, vinnur það. Þetta eru Tásur og Birkir saman, Tásur nær ekki að stýra þessu markið. Og Sigmar hérna og Úsik og Stef klemma hann hérna saman. Daxi býður eftir að Úsik komi í hann. Nær hérna stjórna boltanum, nær ekki sendingunni, Stef setur hann fram. Og Birkir missir á honum en þar eru Tásur á réttum stað. Hérna kemur Sigmar, Birkir og Daxi hérna. Vel var ég á Daxa þarna, það að stöða þessa allugu. Birkir hérna, flottur í loftinu, þá kemur Úsik. Fer fram hjá Tásunum, þá kemur með sendinguna en Daxi fastur hérna í vörninni, virkilega vel gert. Birkir setur hann hættulega til hliðar. Og Daxi hérna tekur sér tíman, fær 50-ið, vel gert. Kaupist ná tíma, Sigmar í loftinu. Og Tásur setur hann fram, það bara Stef. Tásur hérna heldur áfram, setur boltan út, þar Birkir en Úsik mættur. Þá kemur Daxi hérna með skoti og Sigmar með góða vörslu. Og þetta kemur sláinn og í stöngina og Daxi með þriðja markið. Tækniskólinn að vinna? Það 3-0 Daxi með þrennu. Hann ætlar aldeilis að stíga upp fyrir Tækniskólann hér í kvöld. Maður minn. Og FH hérna konur 3-0 undir og hérna Úsik þarf að setja niður. Og hérna Birkir með sendinguna, þar Stef í loftinu, finnur Úsik, náður að gera sér eitthvað þessu, nei. Sigmar setur hann til hliðar, Tásur í loftinu hérna. Nær ekki annari snertingu. Stef setur hann rólega niður, vinnur boltan hérna og framhjá Daxa. Og framhjá Birki en ekki fram hjá Tásum. Keyrir hérna fram.
Setur hann hátt upp í loftið. Enginn til að taka á móti. Kannski bara kaupa tíma. Hérna hins vegar Daxi sem sennilega að eiga leik lífsins með sendingar og Birkir búinn að skora 4. mark Tækniskólans. Daxi með bara frábært assist þarna. Ég ætla bara að segja hér nú að ég held ég verði að gefa Daxa MVP bara Klárlega. Það fyrir ekki á milli mála þegar hann þurfti að stígu upp, þá stígur hann upp. Tásur hérna setur boltan niður og staðan 4-0 fyrir Tækniskólan. Birkir rétt missir á honum, hérna kemur Daxi og fer af Birki og munaði svo litla þeir eru skora 15 markið þetta. Birkir setur hann bara niður í átt að sínum vallarhelmingi, vel gert. Tásur fyrir fram hjá Sigmari, upp í loftið, setur hann niður en Step mættur hérna. Daxi upp, það bara úsíkt og Sigmar en Birkir. Þvílíkur varnarleikur sem Tækniskólinn að spila hérna. Úsík setur hann í vegginn og þar bara Birkir mættur. Setur hann upp, fær á 1 mark og þeir eru að skora 5. markið, Birkir! Vá! Og Tækniskólinn að spila bara á öðru kaliberi akkurat núna. Röddin búinn. Þvílíkur leikur. Já. Svona eins og að FH hafi einhvern veginn mist móðinn bara eftir að þeir töpuðu leik 2. Ég held að þeir bara bugast á þessum frábæra varnarleik. Já. Birkir hérna missir á honum, þá kemur Úsík í loftið. Og setur hann, lætur hann detta niður en þeir eru bara mættir í boltan. Tækniskólinn. Birkir hérna. Fer upp, Sigmar hérna, setur hann í hornið sitt. Það Daxi, tekur rólega bara á móti boltanum hérna. Fer fram hjá Úsík, setur hann í vegginn. Step setur hann upp í loftið. Og Birkir mættur hérna. Hérna koma Tásur, Step í loftinu. Nær annari snertingu, Tásurnar hérna. Bara upp með boltan. Og hérna niður, kemur smellin á Birkir. Já! Það 6-0 fyrir Tækniskólann. Já, ég get ekki sagt það að ég hafði ímyndað mér að Tækniskólinn myndi setja FH í 6-0. Bara pakka þeim saman. Bara það það sem að gerast. Þeir FH hvergi að sjá í þessu leik. Nei. Og staðan hérna þegar leiktíminn rennur út og Tækniskólinn sigrar viðureignina. Þvílíkur leikur. Þetta var... Ég á bara ekki til orð. FH mæta þarna í fyrsta leik, frábærir, ná að sigra hann. Leikur 2, mjög jafn. Tækniskólinn skorar, fer bara í varnarleik, bara heldur hreinu og það voru nokkur færi sem FH átti en þeir voru bara varið og lenti ekki inni. Svo kemur leikur 3. Daxi bara tekur yfir. Daxi skorar 3, Birkir skorar 3, Daxi með 2 stóðsendingar. Já. Varnarleikurinn bara... Frábær. FH var bara, það var ekki hægt að sjá það í 3. leik. Þeir áttu ekki erindi þarna inn. Áttu ekki sjens. Nei, það eiginlega bara eina sem ég get sagt og núna veit ég ekki hvort að þeir hafa bara einhvern veginn ekki trúað því að þeir myndu geta tapað korti eða leik á móti Tækniskólanum og sem kemur bara 3. leikur og það bara allt í húfi og það hefur mögulega bara verið of mikið. Þetta að fara að sitja Counter-Strike í svag. Það nefnilega það sem ég held líka og mögulega það sem við töluðum fyrir leikinn að... Það fá bara að mista bít með að velja ekki... Já, að hafa ekki valið Fortnite fyrst mögulega að fara að býta FH í raskæti hér í kvöld. En við ætlum að taka bara stuttapásur eftir frábæran Þvílíkur leikur! En við erum hér, það verður erfitt að toppa þetta en núna sjáum við bara næst Counter-Strike og við tökum þá kannski 5-10 mínúta pásu og sjáum ykkur hérna bara eftir örskamma stund.
Í skóla draumana, FA. Jú, í FA eins og við nemendur köllum hann, allt frábært. Við erum með hið fullkomna félagslíf. Við erum með allt frá klúbbastarfi yfir tölvuleiki, kvikmyndir, listmálun, spurningakeppni og allt þar á milli. Við erum með frábært úrval og allir ættu því að geta fundið sér eitthvað við sitt hæfi. Auk þess að við erum með svo frábært félagslíf erum við líka framúrskarandi góð í því sem við tökum okkur fyrir hendur, eins og við Frís og Gettu betur. Við auk þess unnum verslagum Morfís í fyrra. Blik, blik. En fyrir utan félagslífið námið frábært, mjög vel skipulagt og kennararnir alveg hreint yndislegir. Það umtalað hvað námið í FH frábært og vel sett upp. Takk kærlega fyrir okkur og áfram FH í Frís. Woohoo! Jæja, velkomin tilbaka hérna í útsendingu Frís. Við erum nýbúin að horfa á tækniskólan, hérna tortíma FH í Rocket League. Ég ekki búin að jafna mig, sko. Nei, þetta var frábærleikur. Það eins og ég get sagt, við fórum ekkert endilega sérstaklega út í það hver MVP leiksins hafi verið í Rocket League, en ég held við vorum samt allir nokkurn veginn sammála. Ég ætla ekki bara að segja Daxa. Já, Daxa bara, þessu tölum við fyrir leikinn, hann þyrfti að eiga leik lífsins og það bara... Það sem hann átti. Hann átti hann heyrði í okkur, við manifestum þetta fyrir hann og töluðum akkurat þær þurfti að vinna Rocket League til að eiga eitthvað chance á að vinna FH hér í kvöld og núna Daxi búinn að taka út rauða dreilinn fyrir liðið sitt og núna þarf bara tækniskólinn að loka þessu í Counter-Strike. Nú bara brekka hjá FH, sko. Algjörlega, þeir voru klárlega underdogs gangandi inn í þessa seríu og það hratt búið að snúast þarna hjá okkur og ég orðinn bara mjög spenntur fyrir Counter-Strike. Hinga til erum við búin að sjá 5 mismunandi möpp í Counter-Strike og ég innilega að vona að við förum að sjá bara 7. mappi, mögulega. Við hefum Dust 2 inni. Við eigum Inferno inni. Og Dust 2. Já. Sem eru bara 2 af vinsælustu möppunum. Já. Það skrítið. Já. Hér núna reyndar að Ancient verður spilað, þannig að það spilað í annarskiptið í þessum móti. Ég held mögulega að þetta hafi verið, voru það þeir sem spilaðu Ancient senast líka? Það var að fá. Já. Nei, FH spilaði Mirage. Já, jú, rétt, akkurat. FH spilaði Mirage. Já. Annar leikur var Ancient, ekki? Það var tekniskólinn sem spilaði Ancient þá. Klálega. Og hafa gerðilega þá kannski fengið sitt mapp aftur. Who knows? Þetta lítur alltaf vel út fyrir tekniskólan hér í kvöld. Við erum að krossa fingur fyrir þeirra hönd að ná ykkur uppseti. Nei, ég segi svona, við erum ekkert með neinn þannig séð ykkur að hesta í þessu laupi, myndi ég segja. Ég vil bara fá skemmtilegan leik. Ég vil bara fá mörg round, gott tactical sense og bara skemmtilegan leik. Algjörlega. Núna ég mikið að fara að vera að horfa á FH og vona hérna að þeir náu að sýna okkur einhverja stórkostlega takta hérna í Counter-Strike í þá Ancient sem verður mappi sem spilað og fyrir ykkur sem veit ekki þá þetta bara 1 mapp í Counter-Strike, ekki best of 3 eins og í úrvalsdeildinni. En hérna eru liðin þá Björnin, Jens, Yngvi, Lará, Íhor, Tran, Chat and Bombs, Tix, Hypo, Tofu, Kauti og Frostfire. Ég man að tækniskólan var að skarta nokkuð þéttuliði allavega senast FH unnu sannfærandi í sinni fyrstu umferð, mann ég. En það var líka svolítið svona, þeir byrjuðu hægt, náðu uppsettinu tilbaka í Mirage, en sópuðu svo nokkuð veginn eftir þeir fóru á okkar hreyfingu. Sko. Þeir endu í 5-0 undir manni og svo fóra bara 13-5 sko. Já, með minni það. 13-6. Þeir náðu einu rándi á milli og FH voru nokkuð flottir á móti, móti hverjum þeir voru allavega á þeim tíma. Það eitthvað sem dottin út, við erum ekkert að hugsa um það. Nei, þeir eru að leggja sig núna. Já, þeir eru auðvitað ekki að horfa þarna, þeir verður bara beinast afsökunar á því. Það er svo mörg nöfn og hvort það var FSN? FSU. Það var tæknu og FSU. Var FSU, já, ok. FH sló út FSN, minnum mig. Það er ekki rétt. Jú. Já. Rétt. Þannig að... Ég held að tækniskólinn, þetta verður brekka fyrir FH. Þetta verður... Já, þeir verða í rauninni að biðja til Guðs að fá þennan sigur hérna fyrir liðið sitt í Fortnite. Því það er þeirra lykill
að sigur hér í kvöld. En svo það líka það með CS, þegar þú ert á þessu leveli, við notum rankin í þetta, þegar við segja þessu að tækna sér svona lem Já. Og FH segir svona eitthvað í Gold Nova. Já. Það oft sem að tæknuna þá ekki að lesa. Algjörlega, það getur verið erfitt ofta að spila út í leikmönnum sem eru aðeins undir þínu kalibri og ástæðan náttúrulega bara þeir gera óútreiknanlega hluti sem að slæra ofta á mann. Ég lendi ofta í þessu vandræðum líka sem ég svona næ ekki að lesa leikinn jafnvel og ég vill, en eins og sjá hérna þá var ég á FA sem að sló út FSN akkurat í þá Mirage í Counter-Strike og tækniskóla sló út FSU og það mapp var Ancient. Já. Akkurat, það er eitthvað alveg ágætis punktur hér líka og núna er eiginlega pressan orðin meira á þá þessa leikmenn í báðum liðunum, þessa bestu leikmennina í Counter-Strike þegar þú ert akkurat í svona leik þar sem að er svona mikill munur á leikmennum eins og við sjáum oft í þessu móti, þú færð ekkit bara 5 leikmenn sem eru allir level 10 faceit spilarar, það er ekki að fara að gerast en þú getur fengið einn kannski eða úr teppinn og síðan einhverja sem er aðeins fyrir neðan en þá er þetta oft á þessu leikmennum að brjóta og finna leið í gegnum veikleikana hjá liðinu til að skapa þessi tækifæri til að vinna leikina. Já, og það veltur mikið á leikstjórnanda hvers liðs. Algjörlega. FH, ef ég maður rétt, voru teknískir, þau voru með utility, þau voru með smoka, voru nokkuð svona coordinated. Við sáum samt smá mun á leikmönnum. Top 3 leikmönnir voru aðeins klárlega betri heldur en bottom 2. En hérna eru við eiginlega bara komnir beint í leikinn. Byrjum á nývarandinu. Hvort myndir þú vilja byrja T-site eða CT-site hérna? Við höfum nú tekið þessu umræðu áður. Þetta er T-site map. En samt ekki þægilega að byrja City og taka því svolítið svona... Ég er þar. Ég er oft svona hrifnar að ég að taka City inn af því þá getur svolítið séð fyrir mig hvernig terhelmingurinn á að vera. En það er bara allur gangur á þeim. Ég þykir líklega að þessi lið velji City hvort sem vinnur sko. Svo nýman að fara á stað nokkuð jafn eins og er. Nei, tækniskólinn tekur hérna nývarondið og fá þá að velja helming. Það er ekki líklegt að þeir fari CT en það er ekkit vittlaust að taka terhelmingin líka. Þú veist, það er oftar en ekki gáfulegar að gera það sko. Ef þú vilt byrja sterkara og líka ef þú lendir í vandræðum í þá ertu oftar en ekki að spila bara móti betra liði. Það er oft þannig staða sko. En þeir eru að hugsa þetta alltaf nokkuð vel og vandlega hvað þeir vilja gera. Það fer eftir leikmönnum líka, ertu með góða entry-fraggara eða ekki, ertu með góða ankora, ef þú ert með betri ankora þá kannski viltu frekar taka CT helmingina undan bara til að setja tempóið inn í leikinn og reyna að brjóta móralinn. En þeir eru búin að ákveða... Þeir ætla að taka CT. Já, akkurat. Taka CT helminginn, hugsa ekki það vitlausast það, því þú ert að tala um þetta CT terhelmingar, þetta er yfirleitt miða við hærra tier spil. Þú ert komin í aðeins læri amatörleikina þá er örugglega CT helmingarnir, ef við verum að skoða eitthvað statistics af það, kemur ekkert óvart að CT helmingarnir eru bara upplöðri hjá þeim leikjum sko. Þetta ætla bara að vera rush hérna niður miðjuna sýnist mér. Herru, það virðist vera, hvort þeir fari hérna í Donutinn, sýnist alltaf að vera Donut for Keista 5, Tofu með 1, það er hann 5, nei. Það er treytaður hérna leið, enginn inn á A-sætinu. Smókurinn kemur ekki út, engin smókur til að nota. Það mun mögulega býta svolítið FH hérna. En Hárlaugur, það er einum. Núna er þetta Björnir, 1-5. Akkurat. Þetta er hugmyndir góð. Hefði þurft smók fyrir þessa útfærslu til að virka. Án þess að vera með CT-smókin þá geta hann alltaf bara CT-hjarnir keyrt á línuna og bara treyta. Á rítekinu fyrir vikið, í rauninni. Algjörlega, þú erum með 4-4, einn situr hérna, situr niður bombuna, ef fólk er bara að keyra þarna inn, þá er þetta orðið mjög erfitt fyrir terrana að halda. Ég ætla líka að vera að spila með einn á aðeinu.
Akkurat, spila 1 í Donut. Þetta þú veist, smá meta að spila 3 mid yfirleitt, 2 B, Utila mid að taka mid og færa sig sinni verið Donut og halda það A frá Donut, sko. Já. Ekki nema þú ert að búast sérstaklega við ykkur A-kistlu, sko. En Sýnist alltaf taka þess aðeins meira rólegra núna. já, þeir eru ekki með þannig, já, þetta eru 4 glokkar og 1 P250 og eru í rauninni bara með 1 flask til að vinna með. En ég held nokkuð veginn að FH ætli örugglega bara að fikra sig saman inn á A og reyna bara að keyra út á glokkunum, en hann er búinn að tengja. Búinn að sjá 1 á A-inu, nær að drepa 1 þar og búinn að taka 1 á B-rampinum og núna er þetta bara 3 hérna eftir fyrir utan miðjuna að leita af ykkur. Ekki mikið að finna hins vegar. Nei. Tækniskólinn bara gerir vel, heldur aftarlega að vita að þeir eru búin að fá 2 pikk. Svo nátt í rauninni bara að spila þetta, láta terrana selja sig ódýrt í rauninni. En Það er hins vegar Kitty hérna með P9-una, close, was tofu, kerjar í bakið. Nær helmingskaða þarna, sér fleiri, vita held ég að séu bara allir þarna og núna keyra þær á línuna. Björnin nær að gera eitthvað skaða hérna og bara velspilega tækniskólanum. Taka þarna early aggression, ná 2, bíða og samlokaða síðan bara þarna inni í A-lobbyinu og lítið sem FH getur gert þarna með bara glokkur. Fá núna loksins AK Og eina 10 og Krík! Með kríkin. SSG-in, já. Já, það var tímabil þar sem Krík. Var rosalegur. Já, það kom svona moment þar sem einhver atvinnumæður prófaði Kríkin og komst að því að hún var bara góð og var allt í hennu bara að gera frábæra hluti. Þá allt í hennu sástu bara tímabil þess að allir voru komnir á Krík. Já, nörðuður hann ekki bara í kjölfar á því. Jú, þeir gerðu það. Ég held þeir vildu halda í já, heimsýna með treytið þarna. Gott wallbang, en næri ekki alveg að tengja með því. Maður sér líka bara strax tækniskólinn er með mjög góðan skilning á kortinu, sko. Þeir eru ekki að gefa FH neitt landsvæði í rauninni, þú veist. FH valla komnir inn á leinið áður en það er búið að drepa 2-3. Nær í 2. Já, en núna 2 á móti 3. Stepcat keyrir hérna, heyrir í einum, sér hann. Nær honum ekki, báðir lágir, 2 á móti 2 núna. Ætli þeir viti að rotate sé að koma inn, heyra væntanlega ekki í því og eru held ég að fara að taka rétta ákvörðun hérna með að fara í átt að middinni eða hvað. Þeir hafa feikað þetta en að fara 2 í cave en Tix er bara með línuna. Já. Og þetta hann gefur hana akkurat þegar þeir eru að labba henn upp, kíkir niður rampin, sér engan, en þeir eru bara komnir hérna út eða hvað. Nei, hann reynir ekki að streyja hann í gegn, bollinn klikkar, annar bolli kemur, handsprengjan. Ná plantinu. Já, með molla líka á plantinu. Voru tímasettingar þarna sem mögulega gáfu FH smá erindi inn í þetta ránd en tekniskólinn loka bara á því. Þessi molli hefði þurft að hitta. Já. Ég var nú lúmsgóður hérna með ákin hérna. Svona slíti sæti stundum, sko. Já, áger ef ég maður rétt með sama spraypatternin og AK-in. Þannig að þetta er ekki eins og maður sé að læra eitthvað frá byrjun þegar maður tekur þetta upp. Það var það sem var svo þægilegt. Þú fattar allt í hennu bara áginn var bara viable á tímabili. En hún er bara með ákveðið hlutverk. Þetta er svona headshot angle vopn. Já. Og það er ekkert oft sem að maður er á þannig angle. Þannig að í sumum kortum, ákveðnum stöðum getur þú látið þetta virka nokkuð vel. En í flestum tilfellu bara M4 bara betri, sko. Eða, þú veist, í dag allavega, eftir þetta er nörfuðu ákinn. Ef maður þegar ákinn var eitthvað sitt besta. Já, það var ama geggjaður á þeim tíma. Aggressíft hérna hjá tækniskólinu núna og hérna gaman að sjá hérna P90 loksins. Já, en eins og sér hérna tækniskólinn strax komið með allt lane control og smókaðir af 4 rampinum. Það Tix að labba hérna í gegn. Tofu bara að finna einn á midd. Tekin í ellinu. Þetta er að fara að vera erfitt fyrir FH akkurat. Þeir eru búin að mæta þarna, búin að ná 3 og núna allt á tann.
Tekniskólinn 4-0. Ég er bara með stjórn á öllu mappinu. Þvílík byrjun líka. Það í rauninni þarf FH núna að fara að íhuga að molla kassan og reyna að hægja á þessu lane controlli sem þeir eru að taka frá miðunni. Þeir geta hvergi hreyft sig á kortinu. Ég held að verði bara hreinlega að fara að taka bara eitt gott rush bara inn á site. Algjörlega. Brjóta upp leikinn. Já, af því þetta er alltaf klárlega ekki að virka fyrir það að spila svona hægt eins og staðan er núna. En sýnist að vera bara annað þannig ránd. Halda því áfram. Já, ekki mikið hugmyndir alltaf eins og hjá FH. Þeir eru að lendi í vandræðum klúðrar flassunana, en eru að lendi í smá vandræðum hérna með hvað tekniskólinn er aggressífur hérna. Þú sjá þetta er bara sama uppskrift hjá tekniskólanum. Aftur komnir hérna, þeir á lane með línuna, ná ekki að tengja hins vegar. Þannig þeir í gegn, sýnist mér, fer inn í cave. Núna verður Tix að gera stóra hluti hérna. Tofu með línu, nær einum, nær tveimur, nei. Tix, hann er á endanum á mollunum. Þeir eru ekki að fara að klíra þetta. Akkurat, Tix með 2. Og Björnin er ekki að tengja þarna pínu viltspray og óheppilegt fyrir FH að mollin hafi spreddað svona illa. Þeir eru mættilega að gera ráð fyrir að Tix geti ekki verið í hotnina því mollin er bara að klíra það og síðan lappar hann út og tekur 2. Ég held að þeir sé bara ekki nóg kunnulegir á mappi. Já. Það er allavega á metuna. Já. Tækniskólinn er að spila meta nálgun í þessu korti. Það er 3 miðun að taka lane controlli strax að liðinu og FH náðu að tengja þarna snemma en ég held að þeir munu örugglega bara lenda í sömu vandræðum aftur og aftur þangað til þeir fatta hvernig á að bregðast við þessu en mér sýnist mögulega að þetta ætla bara að vera eitt gott bérös en þeir eru bara hræddir við smókin. Þarna hefði ég viljað sjá bara hratt A-rush bara á þennan eina sem er í hellinum. Já, þetta er þeir eru konið með lane control þarna að hurðinni. Oft veikleikinn líka við þessa nálgunni að tækniskólanum er að þau voru sendt svona marga í alltaf miðjunni. En þannig við bara finnur eitt hérna sem er keyrir út æð. Sér annan. Sér 2 væntanlega. Hann keyrir bara niður. Veit hann er lár. Hann heyrir öðrum. Jæja. Bjúast ekki við Jensen hana. Gott flass, násamt ekki killinu, hálfleikurinn er að treyta hérna 1-2 núna. Það er líka bara ekki oft sem þú sérð bara alla bardagana gerast á terhelmingnum. Nei, það er bara ótrúlegt. Af kortinu. Þetta getur verið mjög svona tekið á taugarnar á FH að lenda í þessu aftur og aftur og aftur þar sem það bara verið að yfirbuga þig. En hérna lappa Hárlaugur í línuna, headshot angle, sér hann, snýr sér við, veit ekki hvað þetta er að koma. Þannig ég held þetta var að koma fyrir aftan sig. En þú sér líklegast þarna að Hárlaugur, akkurat, þú ert að þekki kortið ekki nægilega vel. Ég held það sko. Því þetta er fyrsta angle yfirleitt þegar þú ert að klíra hotnið, það er alltaf að spila þetta headshot angle. Þannig að hann held að vera eitthvað fyrir aftan sig, en nú er það gott bara A-rush, bara hratt í gegn. Og það er oft veiklingin við nálgununa hjá tekniskólanum. Þegar þú ert að setja svona mikla pressa á B-ið og í gegnum miðuna, þá er þetta yfirleitt hámarki einn leikmaður inn á aðeins. Og með AK-ana... Eru þeir að hlusta á mig? Eru þeir að hlusta á mig? Það mögulega. Nei. Það er mögulega bara að tengja þig inn á Discordið þeirra. Já. Eitt gott A-rush. Já, eins og sérð, hann er bara aftalega í kirkju inn á aðeinu, en þeir er alltaf samt að labba kannski of mikil virðing. Ég held það sem máli, sko. Hann er einn hann að vita, hann er aftalega hann á sætinu, Hárlaugur komin einn hann að hægra megin, hinni 3, þú veist, þetta er smá óákveðni frá FH hérna, þeir eru ekki alveg, hann kemur mollin út, akkurat, sjá einn, vita hann er fastur hægra megin, núna bara spurning, eru þeir með ekki til að ná hann út? Nei, hann er bara að hlaupa þetta. Þeir eru ekki að komast upp með þetta. Tekniskólinn með 2. Stepcat, mætir einum hérna. Vinnur það.
Hárlaugur nær einum, treytað leið af Jensina og aftur 1-2 komum við í bakið, akkurat. Það er líka bara tæknu og búin að leggja línunar, sína þeim að þeir eru ekki hræddir við að halda framalega. Nei. En þeir þori eiginlega ekkert raus. Nei, og akkurat þetta líka bara við sjáum litla virðingu frá Tekniskólanum. Já, bara enga. Þeir eru bara að þjóla í þessa barda og vinna það. Þetta er að virka. Þetta er bara mjög mikill munur á akkurat mechanical aim á milli liðana eins og staðin er núna. Og við vitum að Tekniskólinn er hrifinn af þessu korti og maður sér akkurat að ég held mögulega að þetta sé bara akkurat ekki kortið sem að FH vildi. Því það er lítið hugmyndir. Þið sjáðu aftur 4 mjög aftalega á æginu. 1 á rampinum heldur hérna. Þetta Tix klíran. En hann nær hérna að opna fyrir liðið sitt. Sjáðu það er 1 inn á æginu aftur. Hálíka komin í sömu línu á hann. Sjáðu 1 hérna nálagt á ellinu. Það verður ykkur mæting þar mögulega. Nei, smókaðar aftur út og núna keyra þær hérna á æð. Káti bara með 2 leið. P90 hins vegar. Nær loksins að tengja það á senasta skotinu og þetta er á honum Björn. Nei, Tekniskólinn. Sko með það sem ég er að sjá hérna, þetta verður alltaf bara að vera sigling. Já, mér sýnist það. Spurning hvenar Tekniskólinn, FH ætli að ákveða bara hjóli í þetta. Þeir verða bara að gera hann. Þeir verða bara að gera það. Þeir eru búin að spila hægt núna 8 ránd og ekkert hefur verið að virka en að Tekniskólinn er bara allt of góður í að taka af þeim allt mappið eiginlega bara í byrjun leiksins. Já. Þannig að núna er eiginlega bara að mæta þeim með hörku ef þeir geta. Ætlar hann að íta og taka hann. Klippingu, já. En Káti er strax búinn að finna Hárlaug á A-inu. Fær eina grensu að tekið niður fyrir 50. Næstuði með hann þarna. Akkurat, við sjáum bara hreinsunni hann að hæpa með 2 á B-inu og núna er þetta bara Lará 1 eftir. Hann er bara terspáni. Labbar hérna upp. Nei, Káti er bara lokar á þetta leið. Nú held ég að FH þurfir hreinlega bara, það er bara rushið. Það er bara þannig. Þeir verða að brjóta þetta upp, sko. Já, mér finnst bara merkilegt að það hefur ekki verið reynt á það að hinga til, sko. Já, bara eftir round 4, sko. Já, þetta er ekki að virka allavega í individual aim battles fyrir þá. Þeir verði að núna að vona að ná þeim bara í 5-manna rushum. Þetta kemur allavega allir að hópa sér saman hérna. Eða hvað? Einn lurker eru mjög óákveðnir eins og sérð. Ætlaði B, fer allt í einhver smók hérna. Þetta er midsmókur. Fyrir rauða. Æbo og Sorglöf bara búinir að hreinsa leinir hérna. Taka 3 og aftur bara 2 eitthvað hérna fyrir utan æð eins og við búið að vera áður. Staðan 9-0 fyrir Tekniskólanum. Kitty hleypur bara aðinu. Áhugavert að það fara af. Eru þeir kannski með bombuna þarna B-mi? Já, bomban liggur þarna B-mi en þess vegna fer hann af. Þeir steytir sér svo bara upp tilbúinni að verja þetta. Algjörlega, bara hópa sér saman á bombunni. Herri, Tix er að fara að falla hérna. Eða Nei! Akkurat það sem Það er nóg skópið! Á ekki til orð að Tix komist upp með þetta. Og líka sko Jensina eiginlega svona beitar hann þannig að hann kemst á donutlínuna til að taka liðsfélagann hans og síðan fær hann ekki eins og killið. Þetta er væga sagt. Þetta er ekki eins og lengur brekka. Hvað segir maður bara þegar þetta er beint upp í loft?
Þetta bara... Þverknýpli. Já, þetta bara... Veggur. Akkurat, þetta bara veggur. En FH bara staðrandir í að láta... Þetta við líður eins og ég sé Groundhog Day. Þetta er einelti. Já, þetta bara sömu rándinn, 3-mann píkarna, deyja 3 á leininu og síðan 2 fyrir utan A-ið aftur. Nývar liðsfélagið sinn og við erum komnir í alvöru B... Hann næri ekki eins og killinu. Þetta er sárt, en ná hann úr loksins, 1 komur í bakið, nær treytinu, aftur, 2 á móti, 1 hérna. Jensina vill ná 1 rándi fyrir FH, en KT er bara því miður með línuna og hittnina til að setja þetta í 11-0. Þetta er vont að horfa á það. Algjörlega, ég get ímyndað mér að klefinn hjá FH er ekki góður akkurat núna. En við sjáum líka bara alltaf byrjun á rándunum, það er alveg óákveðnið, þeir viti ekki hvað þeir vilja gera, það er svona eins og það vanti in-game leader fyrir þá eða einhver til að kalla hvað þeir eru að gera, því þeir eru svolítið bara svona gera eitthvað. Já, þetta er þannig tilfinning sem maður er að fá. Þeir eru bara að gera eitthvað eins og sér, þeir eru bara 4 á spóninu núna, lengi að ákveða sig koma sér á spóninu. En Björnin einn hérna í köpíinu. Sorgló bara hreinsar þetta, hleypur bara, engin virðing. Hreinsa það og núna sitja þér hérna 2 á T-spawn, 2 á ellinu. Og það bara smókar hann fyrir línuna, en næri ekki að tengja. Lítið að gera, ég skil ekki til hvers að vera á spóninu svona lengi. 1 mínúta liðinn og hann var enda á T-spawn, Tix með kill. Mættur með vappan og hann gæti náð ykkur hérna núna. Hann er bara að hjóla í þá. Hann verður alveg sama að sér að glita í einn, nær tengja þar. Ég held að hann reynsi ekki hárlög hér, er það nokkuð? Hann er svona, veit ekki eins og hvað hann skoti kom. Var ekki... Jújú, hann leipur honum bara fram hjá. Hárlögur! Já, þú veist. Nei! Já. 12-0 fyrir tækniskólanum, þurfa 1 round til að setja þetta í clean sweep. Myndavelin komin á mig en leikurinn ekki ennþá búinn. Þeir hafa greinilega bara viljað sjá mig endilega, en hérna er ég. Ég er ekki tilbúin, ég snýr einhvern veginn á hlýðan. Ég held að hann hafi bara viljað setja mig á punktinn. Nú var ég til í að sjá rushið bara allt eða ekkert og ég held að loksins ég bara að fá það að hann sé bara rush inn og side. Er þetta bara að virka? Þetta er rándið sem við vildum sjá frá FH. Það er bara svoleiðis! Það er bara svoleiðis! Já, kemur hérna, nei, 3 menn hérna búin að reynsa, 4. Tækniskólinn lokar þessi hérna 13-0. Mér langar eiginlega að leggjast á gólfi bara núna til að vera ekki tilbúin aftur, en hérna, við erum tilbúinir í þetta núna. 13-0 fyrir tækniskólanum og það sem við vorum hræddir að myndi gerast. Já. Að með það að velja Rocket League sem fyrsta leik þá ertu mögulega búin að setja svolítið svona hvað er maður að segja, svolítið svona orkuna yfir hvernig þetta getur farið. Að þú byrjar á Fortnite og vinnur Fortnite, þá ertu peppaðir, ok, við þurfum bara að vinna núna Rocket League, reddi í þetta, en með því að tapa Rocket League, þá er tækniskólinn bara hérna búin að sigra og slá út Seed 1. Seed 1. Og komnir í úrslit. Komnir í úrslit. Þetta var sigurstranglegasta liðið, þeir átt að vera með sterkasta Rocket League liði, reyndar án PS í line-upinu, en þrátt fyrir það, samt með 2 úrvalsdeildarleikmenn hérna og Daxi náttúrulega bara lokar fljótlega á það fyrir tækniskólan og grunnar mögulega að
FH sé ekkert rosalega sáttir við að vera ekki með PS þarna í leiknum, hvort að það hefði farið öðruvísi veit maður ekkert endilega. Ég held að það sé bara ósáttir með valið sitt, sko. Ég held að það er klárlega hefði þeir tekið taktíska valið og tekið Fortnite og undan, þá hefði þetta hugsanlega farið öðruvísi og mögulega gefið kannski PS tíma til að komast í seinna í kvöld eða eitthvað, það gekk víst eitthvað erfiðlega að finna hann. En reyndar voru þeir samt með varamann FH sem var Grandmaster level hann spilaði bara vel og spilaði vel, ekki eins og það vantaði bara tenginguna í rauninni, sko. Algjörlega, það var ekki eins og hægt að klína því eitthvað á hann að þetta hafi verið ástæðan, sko. Alls ekki, bara Daxi einfaldlega bara tilbúin í hana þriðja leik og sýndi lit og þetta hefði, þú veist, Step hefði getið verið þessi maður eða Úsík eða, en þeir bara stígu aldrei upp eins og Daxi geri. En þá tökum við bara stuttpásu áður en að við förum í Fortnite og gefum FH tækifæri til að skína. Sjáum þetta 5-10 mínútur. Ég er að læra tölvubraut, í tölvubrauti. Já, hvaða tölvuleik spilar þú mest? Valorant. Ertu með eitthvað specific ról í Valorant? Ég er initiator main, en ég get vera flex fyrir liðin. Já, flex fyrir liðin, það er góð. Myndirðu segja að þú ert team leader eða shot caller eða svona? Ég er IGL í Valorant-liðinu og shot caller, main rounds. Mjög nice. Hvaða agent spilar þú í Valorant? Núna ég spila mest Devil Bridge. Hvað er uppáhaldsplayerið? Hver? Zalsis. Alright, perfect. Ég spila, hvað er líka uppáhaldsliðið þitt? Það er T1. T1, ok, not bad. Hvað gerur í frítímuna þitt? Spila Valorant. Ok, hvað er uppáhaldsmýmið þitt? Ok. Hvað er uppáhaldspizza þitt? Sweet and spicy kind of stuff, sure. Ok. Hvað er uppáhaldsdrykkur? Monster. Eitthvað specific Monster? Fucking, Monster Rosa flavor. Ultra Rose. Ultra Rose. Hvað heitir þú? Ég er kallaður Krubbi. Hvað ert að læra þetta í tennisskólanum? Ég er að læra rafmagnsbyggingu. Hvað ert að leika eftir að spila hérna í tennisskólanum? Ég er að spila hérna Counter-Strike 2. Nú, ertu eitthvað specific role hérna eða ertu bara go in and kill? Ég er líf. Wow. Betur en allir, ég er það. Mér finnst það betur en IGL hérna. Þeir kalla mig Dog. 2.0. Hvað er uppáhaldslífið? LeBronify. Ok. Hvað er uppáhaldspizza? Blá með einhver beini. Ok. Hvað er uppáhaldsdrykkur? Vatn með gósum. What's your name? I'm Peter and I'm playing by the CS2 team. Ooh, alright. Do you play a specific role for the team or do you just go in and team? I mean, usually I'm kind of supporter or fragger, so or up in the mains or going into the sides. Alright. Do you play any other games in your free time or do you do anything in general in your free time? I play Genshin Impact, bro. Alright. What is your favorite meme? Meme? Yeah. Dang. Wait.
What is your favorite pizza? Favorite pizza? People will hate me for that, but Hawaiian. What is your favorite drink? Kokomjölk. Thank you for the interview. Thank you for inviting me, brother. Núna ég með IGL af liðinu, af CS2 liðinu. Hvað heitir þú? Arngrímur. Og þú spila fyrir CS2? Yes. Hvað ert að læra þetta í tækniskólanum? Ég á tölvubraut. Nú, eitthvað spes á þetta? Hvað segir þú? Eitthvað sérstakt sem þú vilt læra frá? Tölvunarfræði bara. Bara allt? Já, svolítið svoleiðis sko. Ok. Gerur eitthvað í frítímanum annað en að spila bara CS? Spila CS. Bara allan tíman? Já. Alltaf. Hvað er uppáhaldsmýmynd? Ég ekki það. Veist það ekki? Hvað er uppáhaldspítsan? Meat and cheese. You can't go wrong with that. Hvað er uppáhaldsteipurinn? Monster. Er það eitthvað specific? Fiendir Monster. All the way. Ég heiti Ísar. Ég spila CS og ég á tölvubraut. Í frítímanum mínum spila ég tölvuleiki, vinn í bílnum mínum og já. Uppáhaldsmím hjá mér er, ég veit það ekki, ég er ekki með neitt uppáhaldsmím sko. Uppáhaldspizza mín er Bahamas með pepperoni. Uppáhaldsdrykkurinn minn er örugglega hvítur Monster.
Komin aftur í frís, við erum að tala að við vorum að horfa á Counter-Strike Sweep fyrir nokkrum mínútum, 13-0 fyrir Tækniskólanum og sigla þeim þá núna í úrslit sem verða þá eftir 2 vikur. Það sé 16. apríl, það skæri með ykkur strákar, þeir kunna dagatal annað en ég. Næst erum við að fara að sjá Fortnite og við vitum að FH verður skartað líklega bara besta Fortnite-liðinu í öllu mótinu. Já. Á móti Tækniskólanum, það virðist hins vegar ekki breyta miklu allavega fyrir niðurstöðu mótsins, en við fáum hins vegar allavega að sjá frábæra Fortnite-spilamennsku. Já, sko, það verður Sigmar Tonka og Jensína. Sigmar og Jensína eru báðir sigurvegarar í hlutinni. Akkurat, Jensína spilaði líka Counter-Strike-leikinn áðan fyrir FH. Og Tonka er í kringum 5. sætis. Já, akkurat. Við sjáum hérna Tækniskóla með Kakeyama, Tiss og Tofu. Þeir munu þurfa að eiga stórleik eða þeir ætla að fá í Clean Sweep 3-0 round akkurat með það sem þú ert að horfa á. Ég treysti á að þú veitir hvað þú ert að tala um þegar kemur að Fortnite allavega. En allir að tína sem server allavega eins og viljið þið eitthvað ræða þennan Counter-Strike leik eitthvað frekar? Gúst og Fæjó. Þetta var vægasagt, já, Gúst og Fæjó. Það var bara að tekja upp og sópaði með ruslið. Bara rúst. Já, stæðsta. Í rauninni erum við held ég bara búin að sjá einn annan leik sem hefur farið svona, sem var svona mikið rúst og það var FH í Fortnite í fyrstu umferð. Já. Sem var held ég hvort það hafi verið 12-0 sweep akkurat bara mjög hratt. Ég held að við fáum að sjá annað eins núna sko. Það verður stuttvakt í okkur. Já, þetta verður allavega brekka fyrir Tækniskólan hérna er alltaf að ná sig í 3-0 en tökum ekki þetta Tækniskólanum samt. Nei, alltaf bara að tryggja sér hérna 2-1, þeir getur verið ánægðir með það. En hérna byrjar þetta. Fáum að horfa á Sigmar til að byrja með. Jensen er búinn að taka út Simple. Simple fór í Tæknu og... Já, við vorum búin að ræða þetta. Þetta er Counter-Strike Legend Simple. Vinni hins vegar slipp niður. Býtur slips? Hann er komið inn á bekknum. Er það ekki? Jú. Það vantar Tonka eða ekki? Hann er að vissulega líka í deildinni. Já, ok. Það vantar Tonka eða ekki? Jú. Jensína... Og 1-0. Já, akkurat. Gerir svo rætt 1-0 fyrir FH til að byrja með. En hérna byggja þeir. Þetta er alveg byggja það er Jensen Sigmar fljótur að finna. Já, þeir eru bara króðað af hérna bara leið. Hendir honum eitthvað. Það eru þetta með dónaskapur. Jensen hins vegar fallinn. Hann er að horfa á hann. Hann gefur hann með þetta 1v1. Og Sigmar búinn að taka hann örugglega bara niður í bara ekki neitt. Hleypur hann í burtu. Þetta er eins og að vera með Punisher hann eftir sér. Ég segi þetta bara því það eru punishable. Það er eina ástæðan. Já. Býtu nú við. Takk fyrir að taka eftir því. Ég er ekki klippingu, takk fyrir að taka eftir því. Ég er þetta tók eftir því. Já, ok. Það sagði ekki neitt. Sendi þér á DM. Gekku klipping. Sigmar hérna í smá vesenni hérna. Eru Tækniskólanum kannski að fara... Vesenni sér? Mér sýnist hann bara að vera að byggja sér. Hann er bara að leika sér sko. Hann er bara í einhverju minigame. Ó, þarna er hann í vesenni. Ég sagði það. Smá vesen. Samt opið þarna á milli. Já. En það veit alveg hvað hann er. Fær sér líf. Það er svona smá tilbyrgur sem sé að leika sem er matinn. Þetta er bara nákvæmlega þannig. Þetta er þarna niður og þá er FH komin í 2-0. Sigmar ekki ennþá búin að falla í hana hjá okkur. Ó, nær búin að skotið hana. 131. Það sé tvis.
Jensen aftur. Hann láta taka sig út hérna. Hittir ekki skotinu, það var... Hefði þurft að hitta hana. Það finna einn, nær tengið hana. Já, nær Hypo hérna. Ok, í mótar á hann. Eins og maður gerir. Vissulega. Sigmar. Þetta er það sem gerist, þú leikur of mikið, kallið minn. Núna er þetta á Slipstream. Ná Randi. Já. Ná einu. Núna grunar mig að stoltið hjá FH var pínu sært þarna. Sjáum Binni tekinn hérna leið af Slip. Já. Hypo komin í 52 í líf. Nær góðu skotið hana. En tekinn út af Sigmar. En Sigmar mætti reiður í ránd. Það er sem ég er að segja. Við lesum eins og stoltið að það hefði verið pínu sært. Það hefði mist eitt ránd þarna. Hann ætlar ekki eins að gera neitt. Nei, hann kom í pásu. Er þetta hérna sem dæjaskinnið úr Doom? Þetta er, já. Nei, þetta er Tomb Raider. Þetta er ekki Tomb Raider, það sér hann á rörið í... En Jensen að afturröðun lág. Jæja, þetta klín aftur 4-1 fyrir FH. Jújú, þetta er sem dæjaskinnið, sjá blóðu augun. Gefa Fortnite það, þeir eru með mjög skemmtilegt svona collabs á skinnunum. Já, þetta er bara geggjað popculture. Klálega. Næsta. Wow. Þetta er skaði, nær samt að taka hann en fer alveg niður í 30 á tímabili. Það er svona tíma til þess að hýla sig upp aftur, sko. Já, algjörlega. Sjáum líka bara eftir þeir töpuðu þessi eina rondið hana, þá er FH komnir með miklu meiri hörku inn í leikinn. Næsta season í Fortnite logo góðu, það er skort Star Wars eftir þetta á leiðinni. Já. Sko þetta season sem við búin að gangi núna er búin að geggja, sko. Já, það er hérna heist season eða ekki? Já. Ég er ekki ennþá búin að prófa það. Ég þarf eiginlega að fara að rífa í Zero-bildið aftur. Ég fundið þetta skemmtilegt enn á milli. Þetta var með leið eins og þeir höfðu mist þetta pínu frá sér hérna á tímabilið með öllu bílunum og öllu því. Það er alveg í Zero-bildinu. Já, það er komið smá bíla að meta aftur, sko, en heildið er bara mjög gott, sko. Já. Kannski hlustuðu ríkið af Fortnite og förum að spila no-build. Já, no-buildið er nefnilega stemming, sko. Alla fyrir gamlan jaxl eins og mig. Já. Ég læt ekki sjá mig í bildinu, sko. En það er ekki svo fyndileg, það halda bara, já, hvað bótti er þetta svona? Það er nefnilega málið, sko. Ég prófaði með litla frændi minn og ég er alveg góður í Fortnite og hann neitar að spila Zero-build. Já. Og þegar ég segi að ég var góður í Fortnite, það er það ekki í build-mótinu. Það er bara alveg gagnslaus. En hérna er Jensen Sigmar fallinn og Slipstream hérna dánaður eins og maður segir og Jensina er bara einn eftir hérna. Einn hérna. Spurning hvort það ætla að reyna að ná Slipstream upp. Það var samt eina þarna, Simple fallinn. Já. Jensen er samt komið hálft í líf þarna. Við heyrum bara hasarinn gerast en við sjáum hann ekki. Slipstream á degja hraðar. Já. En 4-2, 5-2. 5-2. Never count Godzilla out. Það er bara þannig. Úf. En hvernig sem ég horfa á þetta, Godzilla skemmti virðist þetta bara þessi stærra hitbox eða? Hitbox er það sama, en við sem með þessu skinni eru taka svo mikið af sjónni þínu. Já, það er sem ég er að, þú veist. Er skottið ekkert að standa út fyrir horni eða eitthvað hannig? Nei. Hitbox er alltaf það sama. En svo er bara spurning hversu mikið af, viewinu þínu. Nei, ég er að tala um viewið, sko. Hitbox er náttúrulega alltaf sama, en ég er að meina, þú veist, eins og skottið á Godzilla-inu fyrir það. Hvort þú stendur fyrir aftan einhvern kassa, hvort það bara svona laði út skott, skilur þannig að þeir sjáu þig, sko. Þetta nefnilega var vandamál í Valorant á tímabilið, því þeir voru búin að
Við vorum í hnífaskinni en þá voru byrjar að koma með sverðin inn. Já. Og ef þú stóðst bak við horn, þá náttúrulega kom bara, þú veist. Allt með sverð. Já, bara sverð út fyrir hornin, sko. Og fólk gæti ekki notað þetta. Pay to lose. Eiginlega. Já. Þetta er það sem þú fékkst. Þetta default skinni sem þú fékkst þegar neytti til að kaupa þér. En nokkuð samfærandi umferð hérna fyrir FH 7-2. Þeir ætla allavega ekki að leyfa sér sem síðdeitt að detta út með 3-0. Ég væri til í að vera inn í hausnu þeirra þegar þau eru að byggja svona. Þeir tala sko, ég tók einnig viðtalið daginn sem er í deildinni. Það tala þetta sé bara soundhouse. Já, að því sem hann með sko. Ég er að pæla nefnilega að þú veist, þú ert að byggja svona á fullu. Þú ert bara að hlýtar að vera einhver hugmynd af hverju þú ert að byggja og hvað konsept það er. Ég væri til að vita hvað það er, því eins og staðinu núna þá lífum bara eins og sé að gera eitthvað. Í rauntíma þetta kannski fyrir að gera eitthvað, en eins og hann talar hann notar bara ákveðin hljóð. Það kikka bara mössum að mér inn sko. Já, ok. Heyrir eitthvað vinstar meginn byggja þar, heyrir eitthvað hægra meginn byggja þar, eitthvað svoleiðis. Það eru stand-off hérna. Já. Ó, nætti ekki hana. Þeir eru þetta bara að prófa þennan af. Binni dottur út í hérna, slipp með hann. Já. 8-2. Ekki flókið. 9-2. Og vantar núna bara 3 ránd fyrir FH til að loka þessu leik. Góður byggingarhraði á Jensinni hérna. Hann er fljótur líka að hreyfa sig meðfram. Hann er virkilega góð til það. Já. Sigmarfallin hérna hjá FH en þeir ná hins vegar treytinu, taka Binni út. 2-2. Ó, Jensin að tekur skaða, mikinn skaða, þarf að byggja sig úr þessu hratt. Nei, komnu bara fyrir utan að banka. Ó! 6 eftir. 6 í líf. Og spurði hvort það hafi tíma. Skiptir svo miklu máli að spila upp á right hand píki sko. Já, algjörlega. Þú veist áhugavert líka hvað right hand píkið er í mörgum skotleikjum. Alveg bara, já, flestum. Ég væri til að vita hvaða... Ok, næra að lóka þessu, þannig að setja í 10-2. Nei, mér forritin, þú veist, þetta hlýtar að vera eitthvað forritin að tengt ásamt pingi og eitthvað þannig. Svinga right versus left. Væri til að vita, það er örgulega til í svona að vísa þetta. Af hverju þetta er svona. En í Fortnite þá skiptir þetta meira máli enn í flestum sko. Já, akkurat. Mögulega út af third person viewinu, ég veit það ekki. Þetta var mjög stórt í Counter-Strike. Fólk tók bara eftir því bara, af hverju líður mér alltaf svona... Af hverju ég ætti að vinna oftar þegar ég svinga right, sko. Oh no, herru, það er bara tekið í Jensinni og hlusta hana til. (10-3) staðan. Ekki lengi að þessu Sigmar. Jú, finnur hann þarna. Vissi hann væri hann einhverstaðar, vissi bara ekki hvar. Já, vel gert. Þannig snúum sem við nær að taka hann út. Binni einn eftir núna. Jensin, hann er á simpul. Hann er ekki. Jú, hann náði að híla þarna. Já, akkurat. 11-3 núna fyrir FH og nánast þetta að segja að þetta sé bara komið í hús. Slippin sem að tekin hérna frekar snemma af Binni.
Mér líður þess að þetta sé mest búið að vera Binni fyrir tækniskóla. Já. Er það ekki? Hann búinn að vera eiginlega með flesta fellurna. Sjáum þetta. Já. Einn að fara hann í kringum hann. Er hann ekki bara að loka hann af? Hann búinn að byggja svona einhvern veginn allstæðir kring, komin inn í sama herbyggi, tekur Hypo. Þetta séu bara Binni hann eftir, einn. Sýnist það. Opna hurðin. Enda þess að banka. Já. Hvað eru mannasegðir í honum? Ég er svona að gera þetta vel, hún er svona einhvern veginn byggir allstæðir í kringum húsið þitt, þannig að þú kemst ekkert út. Sko. Já, þú kemst eða ekkert út. Binni gerir það vel, hann er Já, ég er að gera þetta, það er erfitt fyrir. Algjörlega, hann er svona ná að loka hann inni fyrir neðan sig. Nei, þú voru tveir eftir, sem að var hann líka. Það var alltaf Binni. Ó, þetta er vel gert, nei! Binni náði vel þarna, heppilega fyrir Jensína var brekka sem hann gæti nýtt sér til að taka skotið og þar með loka þessari leikjaseríu 2-1 fyrir tækniskólanum og eftir frábæra Rocket League leik, minna samfærandi Counter-Strike leik, en ég segi mjög samfærandi kannski fyrir tækniskólanum, en þarna það er ekki svo sem hægt að taka eitthvað sérstaklega fram maður leiksins hérna, en allur maður seríunar væntanlega bara dagsi fyrir tækniskólan í Rocket League. Hann var það líkillinn að því að þetta myndi ganga upp fyrir tækniskólan. Líka bara þurft að vinna Rocket League til þess að komast áfram. Algjörlega. Bara frábært. Hvort við fáum bara stigatöfl, segja þarna bracketið þarna upp fyrir næstu umferð. Hvort það hafi verið FB á móti FG. Já, betur. Næstu viku, 9. apríl, FG á móti FB. Við erum örugglega að fara að sjá mjög jafnan leik þar. Já. Það er bæði lið, held ég, mjög svipuð í öllum leikunum. Já, ég held að þetta sé svona aðeins meira Counter-Strike allavega, held ég ætti að vera spennandi. Við sjáum Koaro allavega þarna með FB. Þú manst betur að ég var ekki hérna 19. mars, þannig að hvernig FG hafi staðið sig í Counter-Strike? Stóðu sér bara ágætlega. Já, unnið þeir ME í Counter-Strike. Sér þarna staðan er 2-1. Ég man það ekki í augnablikinu. Nei, ég man ekki hvort leikur þetta var. Nei, akkurat. En allavega tækniskólan búin að vinna sig hérna í úrslitin 16. apríl sem er líka á miðvikudegi. Þannig að þökkum bara FH fyrir. Já, algjörlega. Þökkum FH bara fyrir frammistöðunni í þessu móti. Áttu því miður bara ekki, þetta er bara ekki þeirra dagur. Nei. Hefðu getað fallið þeirra megin á öðrum degi. Númer 1 síti dotti út, tækniskólinn 4. og 5. sít. Búin að vinna sig hérna inn í úrslitin og ættum í rauninni ekkert að flækja þetta eitthvað mikið meira. Bara hlökkum til að sjá okkur á næstu viku á miðvikudaginn, FG á móti FB. Höfum þetta ekki lengra, við bara kveðjum ykkur hér í kvöld. Takk fyrir okkur.